kirkju. Endilega rísum á fætur og lofum Guð saman. Þér sé lof þráttinn Guð, lofa sé þitt nafn, leyf mér að tigna þig. Syng ég lofsöng til þín, lofa þig, leyf mér að tigna þig. Dagur nýr er saminn,
Drottinn minn, við þökkum þér. Þú megum lofsyngja. Við höfum tignað þitt nafn, Drottinn. Og leggjum þessa samveru í þínar hendur. Þakka fyrir lofgjörðina, tilbeiðsluna, samfélagið, Drottinn, orðið þitt. Þú nærir okkur í dag á anda, sál og líkama. Og gefur þú að anda þínum í okkar líf. Og við blessum þig fyrir það, Jesús. Velkomin á samkomu. Nú er búið að opna allt. Nú bara enga takmarkanir, engin grímuskylda. Þannig að þeir sem eru heima og hlusta, horfa, vonaði getið komið og kíkt til okkar einhvern tíma líka bara inn í salinn, því það er mjög gaman, það eru upplifun út af fyrir sig. En hvar sem þeir eru stödd núna, verið velkomin, njótið og meðtækið af því sem Guð vil deila með okkur. Amen. Syngjum einu sinni enn Guð mitt hjarta. Guð mitt hjarta er þitt, sála
Drottinn hvert sem ég fer, einnig hvar sem ég er. Guð verði vilji þinn, Guð mitt hjarta er þinn, mín sál er þín. Guð allt mitt líf er þinn, Drottinn hvert sem ég fer, einnig hvar sem ég er. Guð verði vilji þinn. Takk, Jesús. Hve djúp var gjáin okkar á milli, hve hátt var fjallið og kleift það var. Í angist minni ég leit til himinn og þá nefndi þitt nafn. Í gegnum fullkomið verk þitt nær allt til enda. Kristur Jesús lífsins von. Hver getur skilið svo mikla miskunn, fær hjartað fundið svo djúpan Guð allra alda, hann kom til jarðar, tók alla synd og skömm mér frá. Orð krossins eru þú fyrirgefur, konungur all, hann kallar mig. Frelsarinn þú átt mitt hjarta, Kristur Jesús lífsins von. Halleluja, lofa hann sem leysti mig. Halleluja, dauðinn varð að beygja sig, leystir hlekkjað lífið mitt, frelsi fyrir nafnið þitt, Kristur Jesús lífsins von. Halleluja, lofa hann sem leysti mig. Halleluja, dauðinn varð að beygja sig, leystir hlekkjað lífið mitt, frelsi fyrir nafnið þitt, Kristur Jesús lífsins von. Árla einn morgun var orð þitt staðfest, í dauðans grafreit kom líf í þig. Þá reis frá dauðum
Áður en við tökum samskotið okkar sem alltaf hluti af okkar tilbeiðslu og lofgjöf til Drottins, þá ein auglýsing bara til að áttum okkur á þau, við erum komin inn í sumartíð. Hver tók ekki eftir sumrunu sem byrjaði í morgun og endist vonandi eitthvað pínlítið? Og í gær, reyndar, svolítið vindur en það er sama. Það er komið. Sumar hefur komið og það hefur tíðkast hjá okkur að hafa ekki samkomur, ekki guðsþjónustur, fyrstu helgin í júlí og fyrstu helgin í ágúst. Þetta eru svona miklar ferðahelgar og sumarfríshelgar og mikið af fjölskyldum sem vilja gjarna fara fara út á bænum og tjald og annað slíkt. Og þetta kvótmótið seinna helgina sem við með ræða fyrstu helgin í ágúst og þetta fjöldi manns fer þangað. En sem sagt, næsta sunnudag verður ekki samkoma hér í Smárakirkju. Og fyrstu helgin í ágúst sömuleiðis ekki samkoma. En þess á milli fullt að gera. Við ætlum að taka samskotið okkar, elsku vinir, þeir sem eru heima og vilja taka þátt að gefa, eða þeir sem eru í salnum og nota appið, þá þetta hérna á skjánu hjá okkur og Guð bless ykkur. Það er engin kvöð, engin skylda, við erum þakklát fyrir alla sem taka þátt og hverja krónu sem kemur inn til að reka starfið áframhaldandi. Guð bless ykkur.
Var þetta ekki gott? Jú. Það er svo gott að koma saman. Þegar við heyrt mér okkur tala munin á þessu gamla og nýja í bókin okkar góðu. Ég ætla aðeins að rifja þetta upp fyrir þau okkar sem eru að byrja að skoða þetta. Þetta er svolítið merkilegt, sko. Mér finnst það. Og við ætlum að skoða mun í þessu gamla og nýja. Það er að segja skuggamynd annars vegar, þeir sem eru endurvarpað, það sem við sjáum bara skuggamynd af henni raunverulega sem koma skal í henni nýja. Kíkja þess á þetta. Eru til í það? En áður, þá ætlum við að leggja ungt par í Drottins hendur. Þau vilja stofna fjölskyldu og vilja gjarnan eignast barn. En þar eru vandkvæði og þau eru að leita sér hjálpar hjá læknum, færum læknum og út í heimi þess vegna. Og þau eru beðið fyrirbæn. Þannig eru til í að biðja með mér. Ég get sagt ykkur það, þó nokkur sinnum hef ég séð, og ég veit að sum ykkar hafa séð það líka, að þegar erfiðleikar eru við eignast barn eða geta barn, og þá höfum við beðið og Guð hefur snert og það hefur gerst. Guð elskar að sjálfsögðu litlu börnin og hefur tilbúin að gera allt sem til þess að hvað sem til þess að það verða veruleika. Og það kraftaverk eftir kraftaverk sem maður hefur séð þar. Svo við skulum leggja þau í Drottins hendur. Faðir mig, þakka fyrir það að við megum biðja fyrir þessu unga fólki sem langar að stofna fjölskyldu með sitt barn. En þar eru erfiðleikar og þú þekkir á Drottinn. En þú líka alla möguleika, vilja og kraft og mátt til að gera það veruleika. Drottinn minn, þessar köllum við saman hérna í Smára kirkjunu í nafni Jesú Krists fyrir kraft heilags anda að móðukviðurinn opnist. Í Jesú nafni. Líf fæðist. Verði til og fæðist í Jesú nafni. Þú ert kraftaverkana Guð. Og það sem að maðurinn ekki getur, það getur þú svo sannarlega. Svo við treystum á þig, við leggjum þau í þínar hendur, við blessun yfir líf þeirra, blessun yfir andar og sál og Drottinn minn gefðu þeim fjölskylduna sem þau þrá. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Nú, hérna sjáum við þetta. Þykkari neðri hlutin, þynnri efri hlutin. Ég hef sagt áður, ég ætla að ítreka það áður og fyrir maður stað. Þessi þykki hérna, þetta sko Gamla testamentið. Og ég hef líka sagt það, og ég ætla nú að útskýra það aðeins nánar, að það ekki okkar trúarbók, þið vitið það. Það trúarbók gyðinga. Þetta trúarbókin okkar. Miklu minni, þynnri. Það þýðir ekki að í þessu gamla sé ekki góðu hlutir. Það fullt af hlutum sem eru kannski illskiljanlegir, þeir sem ekki hafa reynt að lesa hana þar. Og ég ráðlegg engum sem ætlar að fara að lesa Biblíuna í fyrsta sinn að byrja bara á blaðsíðu 1. Það nefnilega allt í lagi að lesa hana öðruvísi. Hún þannig uppsett að hún faktisk marga bækur. En hún myndar samt eina góða heild. Og þegar Jesús var dáinn og upprisinn, þá hann á gangi, eða það eru 2 menn á gangi öllu heldur, til Emmaus. Það borg eða bær fyrir utan Jerúsalem, og þetta eftir upprisinn og þeir eru á gangi. Og þá kemur þeir að spjalla saman atburðin í Jerúsalem. Þeir að spjalla saman það sem var að gerast. Að Jesús fór á krossin, hann dó, hann var settur í gröfina, allt þetta sem hann var bara heitasta málið, og MBL og Stöð 2, allir voru með þetta á sínum miðlum. Og þeir eru að spjalla þetta á göngunni til Emmaus. Þá kemur Jesús, birtist þeim upprisinn. Þeir þekktu hann ekki. Þeir vissi ekkert hver hann var.
og hann bara slæst í för með þeim og hann segir, hvað að tala, strákar? Og þeir segðu bara, þú lítur að einu maðurinn í Ísrael sem veit ekki hvað gerðist í Jerúsalem, sko. Og svo þeir fóru að segja honum frá því og hann brást við því á sinn máta og þegar hann búinn á því, þá byrjaði hann að kenna þeim. Og hlustiði hvað Lúkas 24:27 segir. Og hann, Jesús, byrjaði á Móse, hann byrjaði á fyrstu blaðsíðu, og öllum spámönnunum og sálmunum, Davíðs sálmunum, og útlæði fyrir þeim það sem hann ritað í öllum ritningunum. Og það sem við þurfum að hafa í huga, þegar Jesús segir þetta, að þá Nýja testamenti ekki til. Það ekki til neitt sem heitir Nýja testamenti. Það bara til þetta gamla. Og hann segir að hann, Jesús Krist, sé fullt ritað í hinu gamla. Og hann að kenna þeim og reynilega tínir út úr Mósebókunum og spámönnunum allt það sem sagt Jesús sjálfan, það hann. Og þá voru þeir bara að kveikja og fatta, sko, þetta Jesús. Svona getur enginn kennt okkur að tala nema hann. Og það þetta merkilega að í Gamla testamentinu nefnilega talað Jesú. Þess vegna segir það að þó þetta sé trúarbók gyðinga, þá þýðir ekki það að þú og ég sem kristinn getum ekki fundið þær hluti sem dýrmætir fyrir okkur. Og þvert á móti við getum fundið fullt af hlutunar sem dýrmætir fyrir okkur. Og það bara mikilvægt fyrir okkur að lesa það gamla eins og Jesús var að kenna strákunum á leiðin til Emmaus. Að finna hann í því. Ef þú ætlar að finna lögmál Móse og reyna að lifa eftir því, þá lendur í vandræðum með trúnaðina, ég get bara lofa þér því. Ef þú hins vegar ætlar að leita að Jesú í Gamla testamentinu, þá myndu finna það og það beinir spádómur hann, það beinar tilvísanir sem þú getur sagt, vá, þarna verið að tala Jesú, þú getur bara séð það. Síðan til það sem ég kalla skuggamyndir. Skuggamyndir Gamla testamentisins og það yfirskriftin í dag. Ég ætla að tala eina skuggamynd. Og hvað skuggamynd? Sjáu til. Ekki skuggja mér einhvers staðar? Sjáu hann? Lítið? Alli? Áttu getið að vera bjart ljós á mig? Láta eina skuggamynd á mig. Og ég sé hann, já, ég sé þetta ekki. Þú veist, ég elta minn eigin skugga. Þið sáu skuggan? Ok, var skuggin ég? Skuggamynd af mér? En var það ég? Ef þetta væri rosalega skýrt, þá myndi ég segja, vá, þetta Halldór. Þú veist, sama bumban, sama lagið. Þú veist, þið gætu séð það hugsalega. Sama höfuðlagið, sama nefið. Kartöflunefa, Halldórs þarna alveg skýrt. Og allt þetta sjáðu. En þetta ekki ég. Þetta skuggamynd af mér. Og ef að þið gætu lesa úr skuggamyndinni og þá myndi ég segja, þetta Halldór. Þá, ok, tengt við Halldór beint. Þetta hann. Ég sé skugga hérna á gólfunum, ég veit að þessi skuggi hérna á fótunum, hennar Sibbu ekki fæturnir hennar Sibbu. Þetta skuggina. Sérðu hvað að fara? Svona skuggamyndir í Gamla testamentinu það sem koma skildi í hinu nýja. Það myndir sem dregnar upp, en þeir ekki alvöru hlutin. Þeir ekki það sem þú byggir lífið þitt á, þú byggir lífið þitt á því sem þær að vísa til. Ok? Við ætlum að skoða eina svona mynd, bara eina, fullt af þeim. Það svo mikið af þeim, en við ætlum bara að skoða eina. Ok? Davíð nokkur, sem Davíð sálmarnir kendi við, var ungur maður þegar hann var kallaður á Guði og valinn til að vera konungur yfir Ísrael. Pælið því, bara úlingur. Jú, hann hafði drepið ljón til að passa kindurnar. Jú, hann hafði drepið björn þegar hann var að passa kindurnar. Ég held ekki að hann hafi samt verið valinn út af því. Ekki að því hann var svona rosalega sterkur. Þú veist. Hann var valinn vegna sem hann með ákveðið hjartalag sem Guð var að leitað. Og hjartalag Davíðs kom fram í mjög fljótlega
í sambandi hans við Jónatan sem var sonur Sál konungs. Sál konungur, takt eftir, hvernig líður þér? Það búið að útvelja Jóhanna til þess að vera sko hinn önnur Jóhanna forsætisráðherra Íslands. Allt öðruvísi en samt. Og útvalin. En hún Katrín að þvælast fyrir. Býtu, hvenær verð ég forsætisráðherra? Guð er búinn að segja það. Og svo Katrín endurkosin. Svona var, Sál var konungur og hann ætlaði bara aldrei að hætta virtist vera. Og Davíð bara beið, það var hluta hjartalegans, Davíð bara beið rólegur. Vitið það, hann hafði tækið fyrir að drepa Sál og taka konungdóminn, oftar en einu sinni. Þá gat hann, og enginn hefði vitað það. Hann hefði getað gert út af við hann og stíðinn. Ó, hvað það er líkt mannlegu eðli að gera það. Núna tek ég þetta. Núna verð ég forsætisráðherra. En hann gerði það ekki. Og ekki bara það. Hann varð vinur Jónatans sem var sonur Sál konungs og þarna mætti líka hugsa sér, já nú, hann er snjall, hann ætlar að komast inn í gegnum sonin. Nei, hann var ekki einu sinni því. Hann með Davíð og Jónatani mynduðu svona fóstbræðrabönd. Þeir elskuðu hvern annan og þeir bundust í sáttmála við hvern annan alla eilífð. Pælið í þessu. Þeirra samband var svo sterkt að það sem gekk yfir einn skyldi ganga yfir báða. Alla leið. Og þetta var sonur konungsins sem hann átti að leysa af. Hann var ekkert að hugsa það að reyna að komast í konungsembættið. Hann var bara að lifa lífinu sínu samkvæmt því hjartalegi sem Guð hafði gefið honum. Nei, hann var ekki fullkominn maður, eða þú ert að hugsa það. Hann gerði ýmislegt, en ég ætla ekki að fara þangað í dag. Og svo gerist það að Sál og Jónatan, Sál sem sagt konungur, og Jónatan, sonur hans, vinur Davíðs, þeir eru vegnir, þeir eru drepnir í bardaga í orrustu við Filistea. Filistea var svona nágranna þjóð sem að þeir voru mjög oft í erjum við og þeir ákveða það að fara inn og þeir taka bæði kónginn og Jónatan son hans og drepa þá. Á því augnabliki tekur fóstra sonar Jónatans hann í fang sér 5 ára gutta sem hét Mefíbóset og hleypur með hann út. Hleypur með hann út úr húsinu til þess að bjarga líf hans. Þetta er rosalega sögur, ég er að segja, þeir geti lesið rosalega sögur í þessu. Og hún hleypur með hann út en hún missir hann. Hún missir litla drenginn á hlaupunum og hann dettur og hann lamast smástund, sennilega hafa brotnað hann á fæturnar, það er eitthvað alvarlega sem gerðist, því að hann lamast, segir Biblían, var sem sagt ógöngufær í allavega einhver tíma. Seinna segir hann hafi fengið aftur styrk í fæturnar en hann gekk alltaf haltur. Hann náði sér aldrei til fulls. En hún bjargaði líf hans, ok? Þau fluttu, eða hann setti síðan að í bæ sem heitir Lódebar, skemmtileg bæir. Og þar ætlum við núna, og byrjuð til að gera langa sögu stutta, og Davíð var loksins kongur. Ok, Sál er drepinn, Jónatan er drepinn, vinur hans, fóstbróðir, sonur Jónatans, lamast, fer til Lódebar með fóstrunni, sest þar að, og stuttu seinna er Davíð gerður að konungi í kjölfar Sálar. Hér grípum við niður í söguna. Eru þið með? Það er í síðari Samúels bók. Og hlustið nú á.
Einhverju sinni spurði Davíð, nú hann kongur, nokkur maður af ætt Sáls enn á lífi? Ef svo vil ég sýna þeim manni vinsemd vegna Jónatan stendur hér, miskunn stendur í þýðingunum og þetta mjög djúpt og ríkt orð, þetta orð sem að nota vinsemd, miskunn, þetta vinsemd, þetta velvilji, þetta miskunnsemi og ég vil sýna honum það vegna Jónatans. Pæliði í þessu. Hann hann kongur, hvað heldur að hann megi vera að spuglir í einhverju fólki, einhver stór upp í sveit sem að tilyrði og var ættlegg Sáls og eitthvað svona. Hann segir, en vegna Jónatans einhver ættingi Sáls sem að ég get sýnt velvild núna sem konungur vegna Jónatans. Vegna þess að ég skuldbundin Jónatan. Pælið í. Hann kannski þekkti þetta fólk ekki neitt, en vegna Jónatans. Hvaða skuggamynd þarna? Guð segir, einhver sem ég get sýnt miskunn? Get ég sýnt einhverjum af ykkur velvilja fyrir sakir Jesú Krists? Það skuggamyndin. Get ég blessa þitt líf sem Guð vegna þess sem vegna þess að ég á samband og sáttmála við Jesú. Við höfum gert sáttmála okkar á milli, koma aðeins að því og eftir. Hann spyr þig, má ég blessa þig? Guð heiðrar sáttmálan fyrir blóð Jesú Krist alla eilíð. Og hann leitar að mannfólkinu og hér mikilvægt að muna til að blessa. Ekki til að refsa. Allt og margir trúa því að Guð sé refsandi Guð og hann sé fyrst og fremst á eftir þér til að refsa þér. Auðvitað það hluta til kirkjunni að kenna. Kirkjan látið í því að skína oft á tíðum gegnum aldirnar að Guð sé nú ekki par hrifinn af þér. Erum við með? Meðal þeirra sem þjónuðu fjölskyldu Sáls var maður að nafni Síba. Hann var nú kallaður fyrir Davíð og konungur spurði hann, ert þú Síba? Og hann svaraði, já herra. Því næst spurði konungur, nokkur eftir, einhver lifandi, einn eða tveir eða fleiri, af ætt Sál, sem ég get sýnt gæsku Guðs. Vá. Sem ég get sýnt gæsku Guðs. Þið eru þegar búin að fatta það að skuggamyndin náttúrulega þessi að Davíð svo Guð faðirinn, Jónatan svo sonurinn og vegna hans að blessa allt fólk. Síba svaraði honum konungi og sagði, einn svona Jónatans á lífi. Hann lamaður á báðum fótum. Það var ungi drengurinn sem datt, hlaupinn út. Hvar hann, spurði konungur. Hann býr í húsi Makírs, sonar Amaniels í Lódebar, svaraði Síba. Davíð konungur sendi þá menn eftir honum í hús Makírs Amanielssonar í Lódebar og það Mefibóset, sem sonurinn Jónatans, sonur Sáls, kom til Davíðs, fjall hann fram á ásýnu sína, sýndi honum lotningu, auðvitað hann var konungurinn. Hann fjall fram fyrir honum og Davíð sagði, Mefibóset, og hann svaraði, já herra. Þá sagði Davíð við hann, hlustið, vertu óhræddur, ég ætla að sýna þér vinsemd vegna Jónatans föður þíns. Ég ætla að skila þér aftur öllum jarðareignum Sáls afa þíns. Síðan skaltu jafnan matast við borðið mitt, konungsborðið. Þá varpaði Mefibóset sér niður fyrir hann og sagði, hvað þjónn þinn, herra, að þú sinnir dauðum hundi eins og mér? Sko, hver sá sem áliti sig hund með mjög lága sjálfsímynd.
En sem álíti sig dauðan hund. Hvar hann? Ég dauður hundur. Hvað segir þetta okkur? Hvað verið að sýna okkur þarna í skuggamyndinni? Okkar mannlegu viðbrögð við því að Guð elski og vilji gera eitthvað. Hver ég? Ég ekki þess verður að fá það. Guð, á hverju óskopunum ætti Guð að gera eitthvað fyrir mig? Ég dauður hundur. Ég maðkur, ég ormur, ég aumastur allra. Veit Guð ekki, jú, hann veit hvað ég hef gert og þess vegna trúi ég ykkur ekki því þið segir mér hann ætla að gera eitthvað gott fyrir mig. Ég dauður hundur. Sjálfsmyndin ónýtt, sjálfstraustið farið. Tala nú ekki þegar kemur einhvern samskiptum við Guð. Ég ætla ekki að fara inn í kirkju, veist. Ég hef ekkert angað að gera. Þetta sko, það eru sumir sem vilja ekki koma inn í kirkjuna því að við erum náttúrulega öll stór skrítin. En það allt í lagi, svo þeir sem vilja ekki koma inn í kirkjuna þeir hræddir við Guð. Ég veit einn maður sagði eins og ég fer aldrei skal ég fara eitthvað svona kristina samkomu. Ég gæti frelsast. Einhverjir í salnum sem hafa hugsað svipað sé ég. Já, það er bara svoleiðis. Það alls konar ástæða fyrir að fólk vill ekki koma inn. En þegar við reynum að leggja áherslu á það, Guð ætlar ekki að fara að refsa þér. Hann ekki að fara að gera neitt af því sem þú hugsaðlega heldur að hann sé að fara að gera við þig. Hann eins góður eins og gott getur orðið. Það ekki til neitt betra. Hann dásamlegur. Það sem hann gerir fyrir þig dásamlegt. Hann mun aldrei biðja að gera eitthvað sem er gegn þér. Hann elskar þig öllu hjarta og hann vil bara blessa þig. Mefibóset hélt að Davíð ætlaði að fara að refsa honum. Og viti, á hverju skyldi hann hafa haldið það? Hvað veit maður hvað hann hafði talað Davíð heima fyrir? Og þessi nýju konungur, afi minn var nú konungur. Veist, þá var ég í höllinni og pabbi átti að vera konungur eftir honum en nú þeir báðir dánir og þú veist, ég ekki hissa þó að hefði verið Davíð að kenna hreinlega til að komast í þetta embætti. Við veitum ekkert hvað hann sagði. En hann var hræddur. Og hans tilfinning með sjálfan sig fram fyrir konungunum átti hann ekkert skilið. Við trúum ekki að Guð sé góður og hefum ekki skilið. Og veitir hvað það sorglegt? Hver margir hafa ranga mynd af Guði. Bara kolranga. Og þá ég ekki bara að tala þá sem ekki eiga kristna trú, heldur líka hina sem eiga kristna trú. Fullt af þeim. En hann fluttur til konungshallarinnar. Davíð tekur hann inn. Og þá hófst ákveðið ferli. Það svolítið uppörvandi reyndar. Að vita það að Davíð var ekkert að kippa sér upp þess að lágu sjálfsímynd hjá Mefibóset. Ég sjá þetta fyrir ykkur í dag í skuggamynd, í raunveruleikunum, þetta var skuggamyndin, að þú kemur fram fyrir Guð í dag og þú bara, já, ekki skilið neitt og hvað sé, allt til að vinna, þá bara færið ekki neitt. Þú verður eiga skilið eitthvað, þú verður að trúa. Ok. Davíð var ekki svona. Hann sagði, ekki út með þig, komdu aftur þegar þú trúir að ég vilji gera eitthvað fyrir þig. Þá skaltu koma, fyrir færið ekki neitt drengur. Hugsa ykkur ef Guð væri svona. En skuggamyndin alveg þver öfug. Hann kipti sér ekki baun upp við þetta. Hann bara, heyri, láttu ekki svona drengur, komdu inn og tók hann inn. Hvaða aðra dæmisögu höfum við sagt, hvað Jesúsinn glataði soninn? Faðirinn og glataði soninn. Þetta svoleiðis saga. Jæja, ef við kíkja aðeins á ferlið. Ímyndum okkur fyrstu nóttina í höllinni.
Hann settur inn í herbeggi. Hann fara að sofa. Rosalegt rúm þetta maður. Ég hef aldrei sofið í svona rúmi síðan ég var bara pínuð Polly og afa. Þú veist, hvað þetta? Ég hef ekkert skilið svona, ég ekki kóngurinn. Ég sofa á gólfinu. Hvað segir þetta okkur? Þetta svo algengt í dag. Ég hef ekki skilið neitt. Ég hef ekki skilið neitt. Ég hef ekki skilið gólfteppi á húsið mitt. Ég hef bara steinninn hjá mér. Ég þarf að finna fyrir því á skjáljónum því ég bið. Ég heyri þetta einu sinni. Ég ekki að grínast. Maður setti ekki tepp á gólfið sitt vegna þess að hann þurfti að finna fyrir því þegar maður að biðja. Ó, Guð blessi þig. Af hverju þurfti hann gera það þegar Jesú búinn að líða og taka allt? Nóg það. En hann finnst hann gefa stílið að sofa í rúminu. Okkur finnst ekki alltaf gefa stílið góða gjafi frá Guði. Hvernig var morgunmaturinn? Hinn fyrsti. Strákurinn kemur niður loksins. Og hvert fer hann? Beint niður í kjallara þar sem þjónustufólkið Fá sér að borða þar. Og þessi, farðu upp, þú ert að vera uppi. Hvað ertu að gera hér? Ég bara dauður hundur. Og uppi beið Davíð. Hann leiti ekki á klukkuna sér. Hey, switch watch. Hvað allar aldrei að koma niður? Og hann var niðri. Hann hafði enga trú á honum væri ætla að sitja til borðs með konunginn. Hvað svona rugl þetta? Ok, ég fæ kannski að sofa í höllinni. Ég ekki að vera að borða með honum. Ég ekki, þú veist, það bara ekki mín staða. Þannig það með kristna. Við trúum því ekki innst inni að Guð hafi gefið, við trúum því kollinum á okkur, að hann hafi gefið okkur allt með sér. En í raunveruleikanum ekki alveg allt. Ég fæ aldrei alveg allt fyrir í degi og fyrir til himna. Skuggamynd Gamla testamentisins segir okkur að þetta skuggamynd upp á fagnaðarerindið Jesú Krist. En smátt og smátt skildi Mefibóset hvað Davíð var að gera. Og hvar endaði hann? Sagan segir hann endaði við hægri hönd Davíðs. Hann sat með honum til borðs sem sonur hans. Ekki sem þjónninn hans. Ekki sem aumkunarvörður hundur, hvorki lifandi eða dauður, sem hafa verið bjargað vegna þetta. Já, ég finnst ég að gera þetta fyrir Jónatan, sko, en ég vil ekki hafa þig hérna ég vil ekki hafa þig. En ég verð vegna þess að ég var skuldbundin Jónatan. Nei, ekkert svoleiðis. Það ekkert ég verð. Mér langar. Komdu og sestu hérna hjá mér, tölum saman, borðum. Má ég borða með þér? Já. Þú strákurinn minn. Þú strákurinn minn. Þetta svo falleg og góð mynd upp á nýja sáttmálan. Við erum kölluð á Guði, við erum tekin inn í húsand, við erum samþykkt á honum. Við höfum aðgang á öllu sem að Guð hefur aðgang að. Hann gefur okkur þann aðgang. Hann kallar okkur ekki þjóna, hann kallar okkur börnin sín. Við erum eitt með honum. Og hann virkar átt lífi hjá okkur. Eftir 1 ár sem kristinn þá sjáum við þetta betur. Eftir 2 ár, 3 ár, þannig vöxum við inn í þetta stundum. Þurfum ekki að vaksa svona hægt. Við getum vaksið hratt inn í þetta og skilja þetta. En flestir okkar eru bara 10, 20, 30 ár. Vá, rosalega hann góður. Veist, ég búin að vita hér allan tíman, en núna ég að upplifa það. Ég sita snæðingi með honum hérna við hásætið þess. Vá. Veist,
Ég fæ ekki gömlu vínberin. Ég fæ þau nýju. Við sitjum við naktaborð Guðs og loksins skiljum við hversu kærleikur hans hár, víður og djúpur. Að allt í einu uppgötvast fyrir okkur litla sunnudagaskólalagið. Elska Jesú, svo dásamleg, sönn. Þetta lag satt. Þetta lag rétt. Veitu hvað gerir svo? Mefibóset hittir eftir smá tíma gamla vini frá Lódebar. Hvað þú að gera í höllinni? Við vitum hvernig þú ert. Við þekkjum þig. Þú átt sko ekkert skilið að vera þarna hjá Dabba. Það er ekki eitthvað sem þú átt skilið. Við vitum hvað þú gerðir. Ég skal bara segja þér það. Viltu að við segjum Davíð konungi hvernig þú talaðir hann áður en hann tók þig inn? Viltu vita það? Ég var að segja það. Getið séð fyrir ykkur alls konar hótanir. Þú átt þetta ekki skilið. Kannski hefur það verið sagt við þig og þú veist það, þú áttir ekki skilið. Og það er nákvæmlega sem hann sagði. Nei, ég veit alveg, ég átti ekki skilið. Það hefur ekkert með mig að gera. Konungurinn er bara svona góður og miskunnsamur. Ég fæ ekki aðgang á öllu þessu, ég fæ ekki að sofa í þessu rúmi, ég fæ ekki að borða hennar mat, ég fæ ekki að sitja við hlið hans, ég fæ ekki að vera sonur hans en ekki þjónn, af því ég gerði eitthvað svo mikið. Öllu heldur þá fékk ég að þrátt fyrir allt það sem ég er búin að gera. Það breytir engu hver bakgrunnurinn þinn breytir engu hvaðan þú kemur, breytir engu hver þú ert. Ef að þú kallaður eða kölluð inn eins og Davíð kallaði hann inn, þá er allt þetta þitt. Og svo segir strákurinn, ég fékk ekki aðgang að þessu vegna þess hver ég er og hvað ég gerði. Ég fæ aðgang að þessu vegna sáttmálans sem pabbi og konungurinn gerðu. Pabbi, Jónatan og Davíð konungur gerðu sáttmála. Út af þeim sáttmála má ég nú fá allt þetta. Og það er nákvæmlega sama máta út af sáttmála föðurinn sem hann hefur gert við Jesú Krist sem þú átt þetta allt. Pæliði í þessari skuggamynd. Þetta er fagnaðarerindi frá A til Ö. Og það býðst þér. Býðst þér, elsku vinur. Býðst þér. Allir sem vilja hafa þennan aðgang. Líka þú sem líður eins og dauðum hundi. Skulum biðja. Faðir minn, við þökkum fyrir það að við megum skoða við ritningarnar, við megum skoða biblíuna, við megum lesa og þarna fundum við Drottinn minn skuggamynd í Gamla testamentinu þig, kærleika þinn, sáttmála þinn, sáttmála sem þú hefur gert við föðurinn í himnum, eilíft líf og aðgang að himninum, blessunum Guðs og nægtaborði hans. Í þér er allt sem við þörfnumst. Það er frelsi, það er fyrirgefning, það er lækning, það er lausn, það er umsjón Drottinn fyrir hver dag. Allt fólki í þér vegna þess sem þú hefur gert og sáttmálan sem þú hefur gert við föðurinn Jesús. Við opnum hjarta okkar til að meðtaka. Blessa sig þitt heilaga nafn. Ég hveti hvar sem þú ert, opnaðu hjarta þitt. Bjóddu konunginum að koma og taka þig inn á sitt heimili, inn í höllina sína. Það sem fara að setjast að nægtaborði hans. Hann reisir þig við. Hann reisir þitt líf við.
Blessa sé þetta, Jesus. Amen. Nú samkoman á enda. Við þökkum fyrir að hafa verið hér, en við værum alveg til að sjá þig hér í kirkjunni okkar. Við erum kirkja fyrir þig. Láttu sjá þig og leyfðu okkur að gefa þér þann kærleik. Takk fyrir að vera með okkur í dag og Guð blessi þig út vikuna. Sjáumst eftir eina viku.